Hér erum við Inga Björnsson, nýjan formann Íþróttafélagsins Þórs. Ingi Björnsson, þú ert kannski ekki svolega þekktur innan Íþróttafélagsins Þórs. Hvaðan kemur Ingi og hvað liggja ræturnar? Já, ég nú Siglfirðingur, ég fæddist og ólst upp á Siglufirði og ég kem svo hingað í menntaskóla sem unglingur og síðan fer ég til Gautaborgar í nám og læri þar hagfræði og kem svo tilbaka til Akureyrar og búi hérna síðan í rúmlega 30 ár. En af hverju Þór? Já, af hverju Þór, já, í fyrsta lagi þá er nú kona mín hér frá Akureyri, Margrét Baldvinsdóttir og fljótlega eftir að komum hingað aftur heim eða til Akureyrar þá fluttum við í Glerárþorp og þar höfum við alið upp 3 börn hér á þessu svæði upp í Hlíðarfjalli og hér á Þórssvæðinu, þannig að Þór er mér, Íþróttafélagið Þór er mér ákaflega kært félag og ég ber mikla tauga til þess og hef nú verið kannski Þórsari alla tíð, svona síðan að börnin allavega fóru að stunda íþróttir hér, en það er nú bara þannig með þau störf sem ég hef verið í að ég hef aldrei getað gefið mig tími að starfa neitt innan félagsins eða innan íþróttahreyfingarinnar yfirleitt, en nú eru svona orðnir aðeins breytti tímar hjá mér og ég tel mig hafa tíma til þess, þannig að mér fannst tilvalið þegar leitaði til mín að gefa kost á mér í það að vinna svolítið fyrir félagið. Það er kannski ekkit allir sem að vita það, en við kannski getum bara upplýsta líka hérna að það var náttúrulega sonur en Þorsteinn, hann var nú liðtækur í Þór og var orðið meðal annars fyrirliði meistaraflokki kallað, þannig að það hefur verið gaman að horfa á hann þá. Já, virkilega skemmtilegt og ég upplifði það að fara með Þórsörunum einmitt í bikarúrslitaleik á Laugardalsvöll þegar sonur mér var þar fyrirlið og það var mikil upplifun og skemmtilegt. Við töpuðum á þessu leiknum en áttum skilið að vinna hann. Það var rosaleg stemming. Ef við maður rétt þá tókum við einmitt viðtal við Þorstein í lokin. Þetta var ofboðsleg stemming þrátt fyrir og skemmtun þrátt fyrir tap. Já, þarna höfðu Þórsarar virkilega gaman að því að vera bara til og taka þátt í þessu leik og létu úrslitin ekki skemma það fyrir sér. En segir mér ekki, formaður, nú ef þú er í pólitíkus þá er maður spurt á að breytingur, fylgja nýjum formanni breytingar eða hvernig sérðu fyrir næstu skref í stóli formans? Já, það munu einhverja breytingar auðvitað fylgja því. En það sem ég tek eftir þegar ég kem hérna inn og hef ekki verið í neinu starfi hér áður að þá sér maður svona hvernig hlutirnir liggja og ég tek eftir því að innviðir félagsins eru mjög góðir og sterkir og afkoman eða ef við getum sagt reikningar síðasta árs eru bara ágætir og reksturinn í góðu horfi. Það sem að ég held að sé brýnast núna fyrir mig og nýja stjórn, það er að byggja svolítið á þessum innviðum og reyna ekki að fara að finna upp hjólið þar. Við erum, Þór er fyrirmyndarfélag í sí og komast þangað, því fylgdi mikil vinna, það búið að vinna hér mikið í stefnumótun, verklagslýsingum, ýmiss konar, það er til handbækur fyrir allar deildir félagsins. Ég held að við ættum núna að kannski endurskoða þetta aðeins eða uppfæra þetta og vinna í því að ná þessu öllu sem að þarna hefur verið sett fram í daglega starf. Það er mikil áskorun að gera það, að nýta þessa vinnu sem hefur unnin og koma henni til framkvæmda. Annað sem að þarf að er brýnt að fara í, það tel ég vera að festa aðeins betur í sessi hvernig fjármálastjórn félagsins er. Það er að segja koma bókhaldinu aðeins fastari skorður og áætlanagerð og vinna með áætlanir og eftirfylgni með áætlunum. Ég held að það sé svona brýnasta verkefnið fyrir okkur að vinna það núna og það er ákaflega mikilvægt að það skipti bara öllu, að við náum að halda þannig utan fjármálin að við förum ekki að missa hvorki einhverja deildir eða félagið í einhver taprekstur, það er erfitt að vinna það. Þannig að það er svona það sem maður sér fyrir sér
að eru bara brýnustu verkefnin að vinna í. Svo veit ég af því að það í gangi vinna við stefnumótun og ég veit ekki alveg hvað hún komið langt en það þá eitthvað sem framundan að taka á og taka til umfjöllunar innan félagsins, einhverja stefnumótunar vinnu til framtíðar. Þú ert væntanlega að vísa í stefnumótun sem að aðalstjórn fór í samstarfi við aðila í háskólanum. Já, ég að vísa til þess og ég hef ekki haft tíma til að tökka og kynna mér hvernig sú vinna ég veit bara af henni og ég held að það væri bara spennandi að fara inn í það verkefni með nýri stjórn og taka þann bolta. Þá er þetta gott að vera með puttan á púlsinum og fjármálum, vera með svona lifandi eftirfylgni. Já, það nú það sem maður sér sko, það er ágætis grunnur til hér fyrir áætlanirgerð og annað slíkt. Auðvitað háir það þessu félagi, maður finnur það eins og svo mörgum öðrum að íþróttafélögum að það kannski ekki mannskapur til að vinna hlutina eins og maður helst til að sjá þá. Það er ekki mikið starfsfólk en ég held að grunnurinn sé þannig hér samt að með því að leggja áherslu á áætlanagerð og eftirfylgni þá eigum við að geta haldið nokkuð vel utan þau mál. Þetta kannski spurningum að því að nú vitum við að nú fer að koma að endurnýjun á rekstrarsamningum. Þetta sé kannski eitthvað sem bærinn þarf og íþróttafélagi endurmeta þörfina á starfsmannahaldi varðandi bókhald og slíkt. Ég held að það sé alveg klárt að það þarf að styrkja það og taka það upp í samningu við bæinn, þennan rekstrarsamning sem á að fara ræðum. Og starfsemin hefur auðvitað verið að aukast og það verið að bætast við og það þarf að innviðinni verða að geta ráði við það. Sem ekki, ef við snúum okkar að öðru og léttara, sólin hækkar á himni, fótboltinn byrja að rúlla, stelpurnar byrja með þvílíkum látum og byrja bara ágætlega hjá strákunum. Hvernig líst þér á sumarið fótboltalega séð? Mér líst vel á það og eins og segir sérstaklega hjá stelpunum, það er gríðarlega flott lið í gangi þar sem hefur staðið sér vel undanfarin ár og það maður bara vænti þess að það verði skemmtilegt sumar með þeim og ég held að Þórslið karla megin sé líka öflugt og við með vænta skemmtilegra leikja og skemmtileg sumars og unglingastarfið náttúrulega gríðarlega öflugt hér og gott og ég hef nú reyndar fylgst með því í gegnum árin og þar sem ég hef starfað áður, við höfum verið miklu styrktaraðilar við það starf, þannig að ég þekki aðeins til þess og ég held að ég hlakka til sumarsins, það er ekki spurning. Það er fullt af góðum, ekki bara þjálfara, heldur yfirstjórn og annað, Ingólfsflokkum er í mjög góðum höndum í dag. Já, það sem ég þekki til þá held ég að svo sé. En segjum við Ingi, hefur Ingi Björnsson formáð Þórs, hvaða áhugamál hefur hann svona annað heldur en íþróttir er hvað gerir Ingi eða svona í sínum ekta frítíma? Ég á fullt áhugamálum. Ég náttúrulega les mikið þegar ég get það og ég hef gaman að stúsa í eldhúsinu og elda mat og sinna garðinum og hitt og þetta en kannski það sem við Magga hefur nú mest verið að stunda undanfarin ár, það er bara útivera, fjallgöngur og við erum mikið á skíðum og maður kemst ekki yfir að gera allt sem maður langar til að gera og sumri veiði ég á stöng og þannig að það er nóg að vera. Ekki, eins og ég sagði þér áðan að viðtalið byrjaði, ég flett upp í sögubókunum og þú ert formáð Þórs númer 32 og þú átt það sameiginlegt með Franklin Roosevelt. Hann var 32. forseti í Bandaríkjanna. Hafðirðu áttað á þessu? Nei, ég hef nú ekki áttað mig á þessu, þetta er skemmtileg tilviljun fyrir hann. En ég þarf að fara að lesa mig betur til Franklin D. Roosevelt, því að þetta er gaman að þessu. Bjarti tíma framöndan, bæði hjá þér og félaginu? Já, ég held það er ekki ástæði til að ætla annað og þannig að ég er bjartsýnn á það. Takk fyrir spjallið og gangið vel sem formaður. Takk innilega fyrir það.